Já, komið sæl. Það má gera ráð fyrir vonskuveðri hjá okkur næsta sólarhringinn. Það ansi djúp lægð hérna fyrir sunnaland og hún nálgast nú landið núna í kvöld nótt en síðan kemur hún enda til með að fara milli Íslands og Noregs á morgun og það sem hún gerir að hún byrjar síðan að snúa vindinum til norðlægari áttar og því má gera ráð fyrir norðan hríðarveðri hjá okkur næstu 2 sólarhringana. En á hitasviðinu sjáum við að það nú svona sæmilega milt loft sem að fylgir þessi lægð sem þýðir að hitastigið verður nú svona dansandi í kringum núllið en síðan á morgun að þá fer nú norðanáttin að taka við og þá má nú búast við því að hitatölurnar fari nú eitthvað lækkandi en það verður nú ekkert mjög kalt hjá okkur því að það mun nú áfram eima eftir að þessu milda lofti hjá okkur. En núna á miðnætti í kvöld þá verður orðið mjög hvasst hérna allt sunnanvert landið og stormur eða rok og jafnvel ofsaveður á stöku stað og Veðurstofan hefur gefið út appsýningulega viðvörun þetta svæði og sú viðvörun gildir alveg fram yfir hádegi á morgun. Á norðausturlandi aftur á móti gert ráð fyrir því að það verði komin norðaustan hríðarveður strax í kvöld og má gera ráð fyrir því að þar verði einnig stormur og sumstaðar jafnvel rok og þetta hríðarveður gert ráð fyrir að það muni endast okkur allavega næsta sólarhringinn. Vestan til landinu verður mjög hvasst en aftur á móti ekki gert ráð fyrir því að það verði mikil úrkoma. Nú síðan á morgun að þá mun þessi úrkomubakki færast yfir allt norðanvert landið og átti verður svona norðlægari þannig að það má gera ráð fyrir að það verði norðan stormur hérna raun yfir allt norðanvert landið og einnig talsverð snjókoma þannig að það má gera ráð fyrir blindbyl mjög víða. Aftur á móti hérna sunnan til nú gert ráð fyrir að verði nú áfram hvasst en það ætti nú að verða mestuleyti úrkomu laust. Síðan á föstudeginum að þá nú gert ráð fyrir að norðanáttinu verði áfram ráðandi hjá okkur. Það verði áfram snjókoma hérna norðanvert landið þannig að það má nú gera ráð fyrir að verði mjög víða hríðarveður en aftur á móti verði nú svona kannski aðeins farið að draga eitthvað örlítið úr vindinum og hérna sunnanvert landið nú gert ráð fyrir að verði nú farið að lægja svona talsvert. En á laugardeginum að þá verður áfram norðanátt ríkjandi hjá okkur. Norðanáttin verður nú svona farin að svona sækja í sig veðrið og farið að kólna hjá okkur þannig að verður komið frost á öllu landinu. Aðal snjókomu beltið verður nú komið hérna austur í landinu en það má nú gera ráð fyrir því að það muni eitthvað snjóa áfram norðaustan til þó í talsvert minna mæli. Nú ef við lítum aðeins til Evrópu að þá nú þessi mikla lægð hún nú farin að teyga sig hérna yfir Norðurlöndin og það gert ráð fyrir rigning í Noregi og teygi sig síðan austur til Svíþjóðar einnig. Það nú reyndar svona þokkalegasta veður hérna miðbik álfunnar en síðan þegar við komum hérna niður á Miðjarðarhafinu að förum við nú að sjá einhverja sól en nú nú gert ráð fyrir rigningu í Aþenu en fínasta veður á Ítalíu og á Íberíuskaganum einnig gert ráð fyrir ágætisveðri, það reyndir að koma inn skil hérna úr vestri þannig að það nú gert ráð fyrir að rigni í Portúgal á morgun og í Frakklandi verður einnig svona þokkalegasta veður fram eftir degi en síðan á nú að svona þykkna upp þegar líður á daginn. En hjá okkur á morgun verður sem sagt vonskuveður, það byrjar strax í kvöld þar sem að verður mjög vont veður hérna sunnanvert landið og síðan megum við gera ráð fyrir hríðarveðri hérna á norðausturlandi í kvöld og nótt og síðan í raun og veru allt norðanvert landið á morgun. En við skulum láta þetta að duga veðri í kvöld. Verið sæl. Heimilistónajól